Við erum enn í því að kynna okkur upplifun á því að aka á rafmagnsbíl og hingað eru komnir nokkur leigubílstjórar frá Hreyfli til okkar sem ætla að segja okkur reynslu sína af því að nota rafmagnsbíla í sinni þjónustu. Ég myndi segja að það þurfi talsverðan kjark í það að fara yfir í rafmagn og vera atvinnubílstjóri og við ætlum að heyra í þessum 4 mönnum sem að nota rafmagnsbíla á hverjum degi og í öllum veðrum og allstaðar í borginu og jafnvel fyrir utan hana. Þá skulum við ræða hleðslukviðan fyrst. Finnið þið fyrir svoleiðis? Við upphafið þá fann maður fyrir því og ég finn það stundum ef ég horfi á töluna sem ég á eftir þó að sé að modni dags og ég sýnir mér 350 km og fæ ég hleðslukviða og ég þurfi ekkert á honum að halda því að ég ætla ekki að gera svo mikið þannig dag. Þannig þetta er vel að skrítið hvernig maður tekur þetta inn á sig en þetta er nú að lagast. Það er frábært. Það er þá allavega langt síðan að menn fengu bensíndælukvíða eða eitthvað svoleiðis. En hvernig með eru ykkur ívilnanir fyrir leigubílstjóra við notkun rafbíla? Er eitthvað sem hvetur ykkur til þess að fara í þessu orkuskipti? Nei, það er einhver ívilnanir. Það er bara sama á Björn Jónsson fyrr. Það er svo sem ekkert sem að hvetur okkur sama rafmagn og allir aðrir. Jú, það er lægri rekstrarkostnaður og það er náttúrulega hvati, launahækkun. Það er náttúrulega engin vörugjöld á þessum bílum, er ekki bara vaskur eftir 6,5 milljón en við fáum ekkert meiri ívilnanir frekar heldur en Pétur eða Páll. Ef þið lendir nú í vandræðum og þið eru kannski þurfið orku, hvar hlaðið þið? Ef þið þurfið svona orkuskoti, er nóg að þessu í bænum? Það er engan veginn nóg að stöðum, ekki þessum 150 kW stöðum. Við erum með 2 stöðvar inn í Þvottahúsar Heiðils sem ég nota mikið. Einkastöð. Svona einkastöð okkar. Þannig að það kemst ekki nýjan að nema við sem að komast þar inn. Þannig að það er mjög gott. En það er einu upp á Höfða, eða 2 upp á Höfða, einu við Breiðholti og einu á Miklubraut sem alltaf er biðröður í og þannig að það... Og við Bæjarháls, gamla orkuveituhúsið. Já, það er fjárbært. En þannig að það er þyrftir alltaf að vera miklu fyrir stöða. Það er engin vestur í bæ eða... Það er eiginlega verst að vita að það er stöðarleysi á Suðurnesjum. Það skulle vera 50 kW stöð á Suðurnesjunum. Svo segja að það er 1 stöð upp inn á bílastæðinu hjá Isavia. Hún var nú biluð fyrsta árið. Svo hrökk hún nú í lag. Ég náði nú einu snúdurinn. En næst ég kom að þá heimtaði hún kort og það vissi engin starfsmaður eða neitt hvaða kort. Það var skiptið sem ég fór í bæinn og ég keyrði á 0 km frá Gullinbrú. Ég ákvað að reyna að komast heim bara. Þannig að það var 0%. Að sú stöð er inn á bílastæði sem þú ert að borga þér inn af. Að vísu fyrsta korterið er frítt. En svo þau eru búin að hlaða þá ert að borga þig út af bílastæðinu. Ég lendi í þessum. Ég er í Keflavík og ég nota þessa stöð þarna frá og alveg rétt hjá þér að hún var biluð meiri partinn á þessu ári. En ég náði að fylla bílinn minn einu sinni þar eða bílablokksbílinn og það var ekki vel séð. En það eru stöðvar sem að væri hægt að nota fyrir almenning á kvöldin og þeir bara borguðu í. Já. Það standa upp við húsvegginn. Það kvistaði eitthvað lítill fögn því að mér að það mætti bjarga sér með að fara í þessa stöð. En ég reyndi tvisvar að tala við eitthvað, það vissi engin neitt. Hvernig er núna, til dæmis, hvernig var þetta í vetur? Var þetta eitthvað verra að vera á svona bíl heldur en bara hefðbundum, gamla góða dísel eða bensínbílnum? Það datt nú svolítið niður dregnin, alveg verulega. Í vestafrostinu og vestu ferðinni þá sá ég niður í 210 km. Og ég tók eftir því eins og snjórinn var að ég var nú með Volvo Cross Country áður sem að keyrði bara í allt og skipti engu máli hvað var fyrir. En ég gerði eina tilraun með það og keyrði í smá skafl upp í Gaukshólum þegar vesti snjórinn var. Svona rólega, svo bara pompaði niður og þá satt hann á kveðnum af því að þeir eru svo flattbotna. Það er eina skipti sem ég lét vaða. Hvað er þinn bíl til dæmis að hann er gefinn upp hvað? 530 keppnir upp. Já, vesta sá ég niður í 210. Nú eru þið tiltölulega oft að fara kannski suður í Keflavík. Hvað eru þið að komast ofta á ykkar bílum hérna á milli? Já, ég fór í
í síðustu viku 3 sinnum með því að vera að vinna líka allan daginn og þetta voru 388 kilometrar og hérna ég átti 12 kilometrar eftir því að ég kom heim, þannig að ég var mjög ánægð með það. Og eitt getið þurfti ég að flýta mér og keyra dálítið greitt með þessi, hann var orðinn seinn, þannig að ég hefði getað náð kannski aðeins meir út úr þessu. Þú ert á ET4 með það ekki? Þessum gulla þarna. Já. Hvað þið hlaðið á alltaf upp í 100%, þið eru náttúrulega að keyra þetta miklu meira heldur en dagsdaglega, heldur en hinn venjulegu notandi. Þið setið þú upp í 100%, eða ekki? Já, ég hlaði alltaf upp í 100% og hef með heimalhæðslutöð. Alltaf 100%. Já. Bæði með fyrirbíl og svo þennan sem ég var að fara núna. Og þú ert að skóta Enyaq? Skóta Enyaq, já. Er þetta hlaða rafhlöðuna á stæðinu ykkar í Leifsstöð? Sem sagt, ef þið bíðið eftir farþegum, er þetta hlaða þar? Nei, það er ekki hægt. Myndi það ekki... Það er bara inn á almenna bílastæðinu fyrir fólk sem er að koma að sækja. Segir það sig ekki alveg sjálft að það ætti nú að vera hleðslustöð í nútíma þjóðfélagi? Bara alveg nauðsynlegt. Er það ekki? Já, ég hef svolítið beðið eftir því að sjá það, sko, og það myndi hjálpa okkur mikið sem að förum mikið í Keflavík. Nákvæmlega. Hvernig er til dæmis með miðbæinn? Þið segja að það sé ekkert nóga hleðslustöðum þar bara fyrir það sem komið er af svona bílum í dag. Já, það er þessi eina hérna almennilega, eða svona 50 km stöð sem er á Fríkirkjuvegi, ef það er hægt að komast í hana, en þetta er náttúrulega, það er bara happ og glapp skort að koma í stað. Annars þarftu þá bara að drífa upp á Miklubraut hérna við Kringluna. Eða við erum það heppnir að vera með hleðslustöðina þarna okkar, við komumst alltaf í hana. En það hefur alveg komið fyrir hérna að vetri til að maður hefur þurft að hörfa frá bænum og komast til hleðslu. Líka það að stöðin við Fríkirkjuvegi, það er eins og að þjónu merkt fyrir rafbíla. Fólk er að leggja þetta skilabílinn eftir og er ekki til hleðslu og fer bara labbandi sinna að ferða í miðbærum. Já, það er náttúrulega svolítið típist. Stöðin á öllu miðbæjarsvæðinu. Og það er engin hraðahleðsla á Hlemmsvæðinu, engin meir en 22 kilóvatta eða 11. Næsta stöð bara frá miðbæ og þá er það bara Miklabraut eða okkar stöð í Fellsmúla. Og svo upp í Árbæ. Svo náttúrulega Tesla-stöðarnar, rundanir í Fossvogi, en það eru náttúrulega lokaðar fyrir öðrum bílum en Tesla. En hvað finnst ykkur það, strákar, að í sambandi við þær stöðvar, Tesla er að koma upp svona innviðum hérna allt í kringu landið og þeir orkusalarnir hérna okkar, þeir halda í við sig. Hvað finnst ykkur það? Það er alltaf algjörlega fáránlegt að vísu OL, ég veit ekki hvort að þeir eru bara hérna á Reykjavíkursvæðinu eða hvað, en við gleymdum náttúrulega að telja upp, það eru stöðvar upp í Norðurfelli hjá Orkunni, það eru 150 kW stöð og svo er líka Vesturlandsveginn hjá Orkunni er líka stöð sem er 50. Þannig en það er fáránlegt að einkafyrirtæki út í Kaliforníu skuli setja fleiri stöðvar heldur en orkuveitu fyrirtækin okkar hérna á landinu. En nú ert þú ert á Audi e-tron, þú varst áður á ET4, finnst þér mikill munur á þessum tveimur bílum? Aðalega verðmunur, já. En annar, fyrir bílinn, hann var hann var afturdrifinn. Þess er fjórhjóla eða ekki? Jú, Audíin er miklu meiri og dýrari bíll. Þetta er alltaf bíll á loftbúðum og drifallu hjólum sem að hinn bíllinn mér var ekki. Hann er töluvert stærri, hann er hálfu tonni þyngri og hann er með stærra batteríi. Hann er með 96 kW batteríi meðan hinn er með 77 og hann er fljótari að hlaða sér hraðhleðslu en hann er alltaf lengur heima í staðinn því að hann er ekki að taka á móti með 10 kW heima hjá mér í stöðinni þó hún sé skráð 11 kW. Af hverju það? Ég bara þekki það ekki. Ég bara sé það bara í Melaborgum nánu þegar ég komið samband að það er bara 10 að koma inn. Þannig að þið eru ekki að fá neinn sérkjör frá orkusölunum á svona stórnotendur eins og þið eru miðað við það sem að komið er af svona bílum á götuna? Nei, ekki krónu. Að bjarga því að stöðin sem
Við eigum reyfill eða búið besta verði 40 krónur á kilowattstundina og það er besti dýllinn sko. Það er það eina sem við fáum ódýrar en almenningur. Brynja félag okkar, hann lenti að keyra einhvern mann sem var eitthvað hjá borginni og hann vildi endilega hafa samband og spurði hvað borgin geti gert fyrir okkur og Brynja sagði, já, setjum hlustu bara til dæmis á Hlemmi. En það hefur ekkert gerst og borginni bara virkilega að draga lappirnar í þessum efnum. Er þetta fyrstu bílarnir ykkar rafbílarnir sem að þeir notið í leigubílastri? Þetta er vísu bíl nr. 2 hjá mér. Ég var með Enyaq áður og keyrði hann í 10 mánuði og skipti eingöngu bara til að ná mér í fjórhjóladrifið og endurnýja. Það er nefnilega það. Þú ert á Tesla? Ég á Tesla Upsilon, já. Var með einmitt svona ID4 á undan, afturdrifin. Ég tóldi nú stutt á honum. Þetta er mun betra. Þú ert komin á Audi, þú hefur verið áður á ID4. Það talsverður munur, það ekki? Jú, það sem að fóru töðunar á mér voru hurðarhúnar og fá ekki leðursæti og afturdrifið, að fá fjórhjóladrifið. En ég hef náttúrulega missi í staðinn hérna fína beygjuradíu sem er á ID4 og sem er algjör bara eins og maður sé á golfbíl. Þetta er þvílíkt bara draumur að keyra þessa bíla í bænum með þessa beygjuradíu. Já, ég byrjaði á ID3 fyrst þarna í COVID og það slapp mjög vel en maður náttúrulega var ekki að koma hjólastóli í hann, það full lítið skott. Já. Þannig að ID4, hann er með það gott skott og svo er ég núna eftir helgi að fá ID5, þannig að ég ætla að halda mig við og mér sé afturhjóladrifið eftir að ég setti naglana undir þennan í vetur, þá þarf ég ekki fjórhjóladrif. Þannig að það þungur og ég vill ekki missa beygjuradíusin. Hann eyðir náttúrulega minna svo allt árið ekki verið að draslast með fjórhjóladrifi, þannig að ég kansilaði bara pöntuninn á fjórhjóladrifinu. Kettlingar, þú er ekki annað en fjórhjóladrifi, sko. Þú átt ekki eftir að komast úr heimkeyslunni í vetur næsta. Eins og fleiri. Hvað með svona tækni eins og skinnvætta hraðastill, og akreinastýringu, er það að nota eitthvað þennan búnað? Já, ég nota náttúrulega krúsið er alveg krúsjál að nota það en ég er búinn að slökkva á þessum sjálfvirka akreinavara því að hann veit stundum ekkert bíllinn hvað hann á að elda í göttinni því að það er náttúrulega merkingar hérna. Þannig að alveg bara hafa þetta slökkt. Og ég var við það á ID4 að mjög nákvæmur á einmitt hraða sinn en maður var kannski á Vesturlandsveginum að keyra undir brúna á Suðurlandsvegi þá hélt hann allt í einu að hann ætti að fara niður í 50. Þá sá hann einhvers staðar skilti með 50. Það er greinilega engar reglur í Reykjavík eða á Íslandi hvernig á að merkja göturnar fyrir þessa tækni sem er í þessum bílum í dag. Það er rétt. Það er málið, sko. Þú getur ekki slökkt á þessu á Teslunni? Jú, ég get aðeins með hennan skinnvætta akreinavara. Ég get ráðið hvort hann leiðrétti sig eða bara titri stýri. Ég hef þannig að stýri titri á. En svo eins og þessi sjálfstýring sem er algjör snilld í Teslunni. Ég nota það mikið á leiðinni í Keflavík en það koma bútar þar sem að hann fær sjokk. Og reynir að drepa mig og veit ekki alveg hvert hann á að fara og alla bláu línurnar í skjánu fara að titra og grípa inn í. En hvernig er það? Virkar bíllinn með þessu ef þú sleppir höndum eða eitthvað svoleiðis? Nei, ef ég sleppi höndum af stýrinu þá skammar hann mig eftir nokkra sekúndur og ef ég geri þetta of oft þá hreinlega slekkur hann á sjálfstýringunni ef það gerist oftar en 3 og þá verði ég bara að gera svo vel að stoppa bílinn, setja hann í park og þá get ég haldið áfram og nota þetta áfram. Já. Ég nota krúsin mest, slekka yfirleitt bara á þessum akreinavörum því að þetta virkar ekkert með enga málingum. Nei, það er rétt. Það er bara þannig. Eru þið með svona eitthvað á hreinu hversu ódýrara er að reka rafbíl heldur en bensínbíl í þessum rekstri?
Já, miklu ódýrara. En það er bara, það segir sér sjálft eins og til dæmis eins og klukkutíma, eins og bið í klukkutíma að vetri til. Þannig eða 1,5 kílóvatti, 20 krónur á klukkutíma. Það er náttúrulega starffræðing til þess að rekna þetta út. Þegar bensínbíll eyðir lítir, svona upp undir lítir. Og svo er bara þetta að sjá eins og eyðsluna sumarlagi þegar þetta er 16-17 kílóvatt á 100-ið. 230 krónur að gera 100 kílómetra. Nákvæmlega. Þetta munar talsverðu. Þannig að það er mjög mikill munur. Hvað segja kollegar ykkar sem eru ennþá á dísil og bensíni? Já, margir þeir eru fastir í fortíðinni og vilja ekki eða þora ekki og hafa ekki aðstöður heima til að hlaða. Það er alltaf bara skilyrði að hafa stöð heima til að hlaða. Þeim fækkar alltaf þessum sem að byrjuði að fussa og segja þegar ég held að ég hef verið þriðji sem var á rafmagnsbíl. Sko. Ég var nú einn af þeim sem sagði að ég fæ mér aldrei einhverja helvítis rafmagnstík. Svo kom COVID og maður þurfti bara virkilega að spá í rekstrarumhverfið og þeir voru nú hópur sem voru allir að fá nýja ID4 og ég datt nú inn í þá grúppu og það losnaði einn bíl handa mér. Þannig að ég lét bara vaða og prófaði. Sé ekki eftir því, ég fer ekki tilbaka í dag. Þetta er konið núna yfir 60 bílar á hreyfli, ég held að sé yfir 60 rafmagnsbílar, þannig að það er nú bara á stuttum tíma sem að þetta breytist. Þannig að menn er að koma til, þannig að 20% fljótlega. Eru tryggingamálin komin í góðan farveg hjá okkur? Það er sem sagt, þær virka. Tryggingamálin á tryggingafélagunum? Já, ef það virkar þannig að ég þarf að borga 500.000 á ári í tryggingar af þessum leigubíl. Það þætti einhverju mikið á einkabílum. 500.000? 500.000 rúmar, ég hef búin að fá tilboð frá öllum tryggingafélagunum. En nema Sjóvá, þegar ég fötti þetta var leigubíl, þá buðum mér þetta á 800.000 á ári, tryggingar af þessum leigubíl. Ég hafa jafndýra bíl sem er Land Cruiser, 3 ára gamlan. Hann er svona svipaður í vellista. Og það er helmingi minna tryggingarnar á honum heldur en þessi bíl. Það er greinlega leiðrétt á þetta eitthvað. Nú þú og Tesla, gerður ykkur greinamunur eða? Nei. Þetta er bara alveg það sama með alla bíla en ef þú ert að vísa eitthvað með pollamál í vetur. Já. Ég veit það bara að öll sagan var ekki sögð þar. Það hlaut að vera náttúrulega. En nú erum við að tala eins og dekk og svoleiðis, eru það á einhverjum öðruvísi dekkjum heldur en bara venjulegum dekkjum? Þurfa rafbílar eitthvað annað en hinnir? Já, ég keypti Hankook EVAF dekk sko, sem ég keyri á og það er A í viðnámi en það er ekkert viðnám í dekkjunum og það er kvoða í þeim eða springur að sem betur ekki reynt á það en þau eru allan skilgreind sem EVAF-dekk, mjög skemmtileg dekk. Já, þeir þurfa náttúrulega að vera á burðameiri dekkjum, þetta eru náttúrulega mjög þyngri bílar, þetta er enginn af þessum bílum undir 2 tonum held ég, þannig að þeir þurfa að vera á burðameiri dekkjum. Hafið þið lent í einhverju tjóni varðandi rafhlöðuna að hún skaddast eða eitthvað svoleiðis? Já, hér eru 4 leigubílstjórar sem keyra allan daginn. Aldrei orðið tjón á rafhlöðu, 7-9-13. Þetta er bara almenn skynsemi. Ég segi það nú, sko, það sem maður gerði nú á Volvo, það gerir maður ekki á rafmagnsbíl. Þú veist, kantar og eitthvað svona, maður vandar sig meira. Maður hugsar með botninum á bílnum. Það er eiginlega bara þannig. Það sem hjálpaði mér í vetur á Audinum þegar klaki var orðið mjög djúpur og hann er á loppbúum, ég get hækkað hann upp. Ég sett hann á all-road, þá hækkar hann nokkra sentimetra. Og ef snjóri var orðið mjög mikill og þungur, þá settum hann á off-road og þá var hann bara eins og hver hann í jeppi, tók út af það spólvarnir og keyrði bara. Okay. Það er náttúrulega, sko, ID4 er 21 cm undir hann og það er einhverju fólksbílar búin að búa til þessa fínu brauti fyrir mann, þannig að hann tók aldrei niðri, en maður verður náttúrulega meðvitaður að þetta er brothætt þarna undir. Ef þið grunar að þessi kantur undir ykkur snjóskafli þá slepp maður frekar en að láta vaða, sko. Þetta er dýrt. Já. Ég get ekki hugsað mér að fara að keyra á díselbíl
þó að vera jafn dýrt sko. Þetta er bara miklu skemmtilega að vinna á þessum bíl og keyra hann fyrir utan allan kostnað. Það er bara, ég myndi aldrei skipta það. Lausvinna díselhristing og þessi leiðindi sko. Já. Þetta er bara þægilegt. Miklu þýðara. Miklu þýðara og þægilega. Miklu betur. Já. Alla staði. Og þú kannski minna þreyttur eftir daginn. Já. Það kom kannski ekki mjög vel fram að við erum kannski að eyða einhverju 1000 krónum á sólarhring í eldsneyti og erum að keyra þetta 250-300 kilometra á dag. Já, á dag. Þannig að ef þetta væri 10 lítra bensínbíll eða dísilbíll þá getum við reiknað út að það kostaði einhverja 9000 krónur dagurinn í eldsneyti. Hafið þið þurft að hafna túr út af rafmagnsleysi? Já, daginn þegar ég kom í þriðaskipti úr Keflavík og ég var búinn að keyra þá í 11 klukkutíma. Þá fekk ég var að keyra í gegnum Kópavoginn túr og það var Keflavík og ég sagði nei. Það er svo minnist það er eina skiptið. En það var líka það að ég var búinn að fá nóg þann daginn sko. Það er alltaf að segja nei einu sinni. Góður samsku. Það er alltaf meira og meira með fólk sé að panta núna umhverfisvæna bíla og fyrirtæki að kolefnis jafna. Og það meira segja að við erum að fá nýtt app núna á Hreyfli og það er hægt að velja að fá umhverfisvæna bíl. Þannig að þetta er alltaf að koma sko, hvað þetta verður einfaldara ferli sko. Já, það er mjög mörg ríkisfyrirtæki sem sérpanta umhverfisvæna bíla en þetta umhverfisvæn bíl, þetta er dálítið tegjalt hugtak. Skoda Superb, keyrður 500.000 km, hann var talin umhverfisvænn. Euro 6. Euro 6. En er náttúrulega bara mengar eins og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta þarf að skilgreina þetta miklu þrengra. En stór hluti okkar kollegum er að kaupa Honda CR-V og Toyota og fleiri bíla sem eru hybrid eða plug-in hybrid. Þannig að þeir bílar náttúrulega fara úr ykkur 10 litrum niður í ykkur 7 litra. Þannig að, og eftir hérna erfiða vetur, þá sérum við að stóra mun á leigubílaflotanum. Það er sko 60% af bensíneigandum sem voru á afturdriftsbensum, þeir eru komin á Honda CR-V. Og þannig að klassin er nú dálítið að detta niður úr þessu. En hérna umhverfisvænna og hagkvæmara. Flestir náttúrulega frá Heklu, eru þið ekki ánægðir með umboðin og eru þeir ekki að standa sig? Þú ert á Teslunni, hvað segir þá? Að því að það er ekki beint kannski umboð, eru þeir ekki að veita góða þjónustu? Mín reynsla bara mjög fín. Ég leita til þeirra tvisvar og það var eitt skipti var sessat út af varmadælu sem að gaf sig og þeir skiptu mjög fljótt hana, átt hana til. Annars skipti var eitthvað brakk og brestir í glugga í afturrúðu. Þeir tóka bara 1 og 3, málið dött. En þeir strákar hjá Heklu, er ekki bara prýðilegt þjónustustig hjá þeim? Ég er mjög ánægður með Heklu og það vil allt fyrir maður gera. Það er aldrei þurft að bíða ef það er eitthvað. En svo segið, það hefur verið 2 sinnum þessi ballistákagúmmí sem ég get fundið að. Ég er mjög ánægður með Heklu. Þetta er 11. Heklubíllinn minn sem ég kaupi nýjan. Þannig að maður þekkir svona þá sem eru búin að vera þetta eitthvað þó þessi nú margir af þessum góðum mönnum hættir, konur á öll umboðin. En þeir sem eru þetta núna, þetta eru bara áttir vinum hans og taka manni fagnandi og ég var síðast á Kíu undan Volkswagen 94 og þeir buðu mig bara hjartalega velkomin heim, þannig að þetta er bara gaman. Og þú á skótanum? Já, mjög ánægður með Heklu. Kom ein bílun upp hjá mér og ég hringdi það, þeir voru komin til mér eftir 10 mínútur og bílinn kom í gang eftir 5 mínútur eftir að koma. Þannig að ég er mjög ánægður með það. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir spjallið, strákar. Það er gaman að þessu. Nú bara setjum við á fullt í að kynna orkuskiptin fyrir lesendum okkur á bílabloggi. Já, þá höfum við heyrt í nokkrum leigubílstjórum frá Hreyfli og þeirra upplifun af því að nota rafmagnsbíl við vinnu sína. Þetta eru kjarkmiklir gaurar sem eru að ríða á vaðið með notkun rafmagnsbíla í atvinnuskyni og við þökkum þeim kærlega fyrir flott spjall hér hjá Bílablogg.